Já, ég var aðeins verið að rifja upp vinnustæðina hjá mér í gegnum ævina og setti saman smá lista daginn, bara svona ganni. Og það sko langur listi, ég get sagt það. Þannig að mér dætti í huga að búa til pínu vídeo og fara að sér þennan lista. Fyrsta vinna sem ég man eftir, þá vorum Benni vinur minna vinna í bæjarvinnu í Borgarnesi. Sópa götur, stinga beð og svona ýmislegt. Það var ekki mikið lagt á sig, bara niður slítið gat. En svona gaman, það var fínt að vera úti allavega í veitingunni á kaupfélaginu í Borgarnesi með Benna aftur. Pappans Benna var, hvort það var deildarstjóri og hann réði okkur auðvitað, klíkuskapurinn. Svo var ég að vinna hvort það var sumarið þar eftir giska á svona 82. Þá vorum við að vinna í smíðavinnu og garðavinnu. Það var verið að byggja mjólkursamlega í Borgarnesi og við vorum semst að vinna þarna fyrir utan. Vorum að græja lóðina, leggja torf, grafa skurði, moka og hreinsa timbur fyrir það og ýmislegt svona snatt. Svo fyrsta svona alvöru vinna mín, þá var ég í fiskvinnu á Grundarfirði, fór á vertíð og var í verbúð það sumar. Við vorum 3 í herbergi. Ég drakk ekki, ég var ekkert fann að drekka þarna. Þeir drukku vel og allir eiginlega kringum hann þarna. Það var mikið slegist og drukkið og ýmislegt gert þarna. Það sumarið, það var mjög gaman. Svo fór ég veturinn eftir, ég held að Frissi bróðir að koma með mér. Þá fórum við í fiskvinnu á Ólafsvík og að vinna þar. Fengum að gista, fengum gistingu hjá Hróðmari frænda og Önnu. Voru þar yfir veturinn. Ólafsvík var ekki skemmtilegu staður fannst mér, það var ekki vel tekið á móti ókunnugum. Það átti að berja mann þegar maður var á balli og ég kynntist held ég bara engum fyrir þetta vinnuna. Það var mjög svona súrt andrúmsloft á þeim stað fannst mér. Veit ég hvernig það er í dag. Svo var ég að vinna í fiskvinnu á Höfn í Hornafirði. Held ég að vera að vinna þar oftar en einu sinni, hvort það var 1 sumar einhvern tímann. Og svo 1 vetur, man ekki nákvæmlega, en þá fekk maður að gista hjá ömmu og afa, Guðrúnu og Hildi. Yndislegt að eiga þau að. Ég eyddi mörgum sumrum á Höfn. Svo sirka 84, þá fekk ég starf mjólkursamlega í Borgarnesi. Pabbi var að vinna þar náttúrulega, hann var ekki redda með starfinu. Þar vorum við það var alls konar, við vorum að vinna við skyr, osta og fleira. Var þar í held ég 2-3 ár, giska ég á, eins og ég segi. Þangað til að mamma og pabbi ákvað að flytja til Húsavíkur. Mér var boðið að komast í nám sem mjólkurfræðingur. En það þýddi það náttúrulega að ég hefði þurft að vera einn eftir í Borgarnesi og ég þorði því ekki, lagði ekki í það. Þannig að ég flutti með mamma og pappa til Húsavíkur og ég hef oft verið að spá í hvað hefði gerst ef ég hefði orðið eftir og verið mjólkurfræðingur. Þá hefði örugglega ekki verið það sem ég er í dag. Skemmtilegt hvernig svona krossgötur í lífinu. Svo fluttum við til Húsavíkur semst 1986 og þá byrjaði ég í fiskvinnu aðgerðinni niður á bryggju. Við vorum að gera fiski, saltfiskur og bara ýmis konar svona fiskvinna. Það var hörkuvinna. Svo var ég að vinna í smíðavinnu, tréverkstæði. Það var ekki tréverkstæði Reyn, man ekki hvað það hét.
var sett að vinna hann á trésmíðaverkstæði. Við vorum að vinna, man ég, að gera upp SO eða N1 stöðina. Og ég var náttúrulega aldrei mikill smiður en ég var bara svona handlangari með góðum smiðum. Þetta var 1988 giska ég, 89. Svo var ég að vinna á bifreiðaverkstæðinu Foss. Aldrei kunna nýtt á bíla, kann ekki að skipta viftur einu sinni. Þannig að ég var bara svona mest í að taka til og sópa og mála og svona, ég veit að þetta sem einhver villingur hefur gert. Svo svona cirka 1990, 91, 92 þá byrjaði ég í heimabakari á Húsavík með Helga og Steina bræðrum og Víði bakara. Hann var að læra þó. Komst þar á samning sem bakari, var að vinna með allar nætur með þeim. Það hentaði mér ekki vel. Á nætuvinna sjálfgerð þá fannst mér svona andrúmsloftið þannig ekki nóg gott og leið frekar illa. Þannig að ég komst inn á Hótel Húsavík og Frímanni kokk. Hann sem sagt lofaði mér lærlingsstöðu í matreiðslu. Ég ætti aðeins að byrja fyrsta hálfa árið minni mig. Þá var ég bara að vaska upp og vinna sem sagt í terriðinni, afgreiða. Svo komst ég á samning, held í 92 cirka bát. Var þar 1-2 ár, svo þurfti ég að flytja mig yfir á Fiðlan á Akureyri. Ég man ekki nákvæmlega, ég held að það hafi eitthvað verið að því ég þurfti að vera með meistara eða hvort að Frímann taldi að ég myndi læra meira að vera á Akureyri, ég man ekki nákvæmlega. En ég allavega fór þangað, komst á samning á Fiðlan á Akureyri, kláraði námið þar með bóklega námi í Reykjavík. Kláraði það 96, kom svo aftur og var að vinna á Fiðlanum á Akureyri hálft ár eftir útskrift. Fékk svo nóg af því, flutti til Húsavíkur aftur, fór að vinna á hótelinu þar. 97, 98 giska ég á. Svo flutti ég mig á hótelinu yfir á Gamlabauk og fór að vinna með Börk, eða fyrir Börk. Svo svona, hvað hafði ég giska á, 97, 98, þá ákvað ég að fara þá sá ég starfa auglýst í Hafralækjarskóla, kokkur í Mötuneyti. Þar voru að elda fyrir 120 manns eitthvað daglega. Og ég fór þangað, var á tímabili, og meðan ég var að klára á Gamlabauk, þá var ég að vinna á báðum stöðunum. Hvort ég var á morgnana í nýja staðinu Hafralækjarskóla og kom svo heim seinnipartinn og fór að vinna fram á kvöld á hótelinu, var að klára bara tíma með þar, uppsafnaðartímann. Og var að vinna alveg frá 8 á morgnana til 10 á kvöldin. Og það var svolítið svona skrítið, þetta var við vinna í 2 mánuði svoleiðis og það var eina skipti sem ég var svona vinnualki. Þá ég man eftir þegar ég hætti svo á hótelinu og fór bara að vinna í Mötuneytinu, þá kunni ég eiginlega ekkert verið í frí. Ég man það, ég kom heim svona 4 kannski og bara, ég vissi ekki hvað ég ætti að gera. Það var bara, vanar að fara bara að vinna hinum meginn. Það var mjög skrýtin tilfinning. En allavega svo var ég í Hafralækjarskóla hérna í 3-4 ár og vann á sumrin svo alltaf bændagistingunni á Rauðaskógi sem kokkur. Og svo á veturna var ég að vinna í Hafralækjarskóla. Var í Hafralækjarskóla held í 3-4 ár. Svo svona 98-99 þá bauðst mér starf sem heimilisfræðikennari
í Borgarhólsskóla og ákvað að fara þangað. Ákvað svo sem sagt að mig langaði að vera kennari. Fór í fjarnám, Kennaraháskóla Íslands með starfi sem sagt. Svo fór ég stundum sem sagt í staðalótur í Reykjavík. Svo rann ég á afskatti með það. 2000 þá hætti ég sem sagt kennslu. Fékk svo starf 2001. Þá var ég að vinna eitt sumar á Hótel Laugum. Það vantaði kokk allt í einu. Og ég gekk í það. Það var sem sagt bara ég og aðstofamaður. Vorum að vinna myrkran á milli, vorum að vinna 12, 14, 16 á dag. Alla daga vikunnar. Í 3-4 mánuðir, ég man það ekki nákvæmlega. Það var bara lífið. Vakna upp í bíl, keyra í sveit, vinna, heim, sofa og svona gekk þetta allt sumarið. Ég var þreyttur í 3 vikur eftir að því staðið lauk og ég ákvað að gera þetta aldrei aftur. Var ég að vinna á Hótel Húsavík aftur, ég var alltaf með annar fótinn þar. Cirka 2001. Svo var ég að vinna í fjörfiski, þar sem þarf að vera að reykja lax, við varum að reykja ýsu, ýmis konar fiskréttir gerir, svona fiskrúllur og hitt og þetta. Var að vinna þar 1-2 ár, maður ekki nákvæmlega. Svo flutti ég til Noregs í smástund, fekk það sumarvinnu á hóteli, ekkert langt frá Bergen. Það semst að maður dreða þar. Reyndi allt sumarið, man ég. Gaman að vera í Noregi en ég var sko bíllaus maður, gat bara að labba hann í kring og þetta var bara svona mörgulítið gaman en svo var bara heimþráin svo mikil og ég saknaði stefnumamma minna og fjölskyldunar auðvitað. Þannig að endanum ég flutti aftur, fór að vinna á Sölk, fekk vinna á Sölk á Húsavík. Þetta hefur verið svona 2007, seinnipartinn. Var þar fram yfir áramót og þá var ég svona nokkuð gjaldþrota einhvern veginn andlega. Ákvað að flytja frá Húsavík til Reykjavíkur. Fekk vinna á Securitas og var að vinna í Eimskip á nóttinni. 12 tíma á dag, ég man að við vorum að vinna 12 tíma 7 daga í röð og svo fikk maður 7 daga frí. Svo að vinna aðeins hverja viku. Þetta hendaði mig alveg rosalega vel. Það kom allt svona mín í sumarhraun á milli, virkilega gott. Og næturnar hendaði mig mjög vel. Svo aðeins 2009, 2010 þá stökk ég í smá, datt mjög að vera kokkur aftur, fór á Geysi Bistró, veitingahús í Reykjavík. Komst að því af hverju ég hætti sem kokkur. Hætti aftur sem sagt, fór aftur yfir til Securitas, fekk þá að vinna í Landsbankanum í Austurstræti og var þar til 2011. Þá var ég búinn að kynnast Svetlundu hérna í Vestmannaeyjum og langaði alltaf svolítið til þess að flytja hérna. Svo bauðst mér starf sem verslunarstjóri í Krónunni og ákvað að taka stökkið. Þetta var ársbyrjun 2011, febrúar flutti ég hingað. Það var allt í rjúkandi rúst einhvern veginn í þessari búð og ég er náttúrulega reynslulaus, það hafði aldrei verið rekið verslunarár. Svo ég gafst mjög fljótlega upp 2011-12. Fór að vinna í vinnslustöðinni. Bara ég man að fyrsta sumari vorum við bara ég og einn pólveri, Adam, vorum úti að mála alla vinnslustöðina auðvitað, meira og minna. Kom sérst eiginlega aldrei inn, var eiginlega ekkert í fiskinn nema bara fyrstu dagana. Svo var mér boðið að vera flokkstjóri, sem sagt þegar við vorum að vinna síld og loðnu og makríl og var það mestum á nóttinni. Það var ágætt, þetta var ágætlega. Svo langaði mig að
skipta að þessum, fór yfir í bræðsluna hjá Vinnslustöðinni, sama vinnustað en önnur deild og var þar í 1-2 ár. Svo fekk ég nú leið því eins öðru, sá auglýst starf á fiskmarkaðnum og það var svona 2013 cirka sem ég fór þangað, var að vinna á fiskmarkaðnum. Það er tekið bara á móti fiski, hann vigtaður, flokkaður, seldur. Svo lenti ég í smá slysi, keyrt, lyftari keyrði á mig og ég var nú frá vinnu í alveg 4-5 mánuði, slitt niður liðbönd og brotnaði eitthvað bein og ég gat eiginlega ekki unnið hana lengur því að þetta var bara alltaf erfitt. En það tók alveg langa tíma að jafna sig á því. Þannig að þegar ég sá auglýst verslunarstjórastarf í Kjarval sem var svona útibú af Króninni hálfpartinn, þá sótti ég það og fekk 2015 giskaði hérna. Var sem verslunarstjóri í, þetta er svona lítil búð, þetta er bara fínt, fast gaman. Var þar í rétt tæp 2 og þá ákveðu þeir að loka Kjarval eftir að Bónus opnaði hérna. Og mér var boðið sem starf verslunarstjóri í Króninni en ég ákvað frekar að fara í Bónus. Fyrst það var spennandi og allt nýtt og glæsilegt húsnæði og bara svona hugur í öllum. Svo ég var aðstoðarverslunarstjóri í Bónus, var þar, ég var nú ekki nema held ég, hvað var ég, 9 mánuði, var að vinna 220-250 tíma í mánuði og það var bara mikið fyrir mann, alltaf þreyttur, bara búinn að fá nóg. Þannig að ég sótti í heildarverslun Karls Kristmanns og fékk og var að vinna hjá þeim í tæp 2 ár. Líka virkilega gott starf á mörgu leyti. En auðvitað alltaf eins og ég hef aldrei verið ánægður og var alltaf svona með ánægð yfir að hvort það myndi eitthvað bjóðast betur. Betri vinnutími, betra kaup, whatever. Svo ég sótti hjá Grím Kokk 2018 giskaði á hérna. Fekk það starf. Vinnutími var þar miklu betri. Byrjuðum á þessu 6:30 en var búinn klukkan 3. Þannig að maður hafði allan seinnipartinn komið heim svona upp á 3. Gat út undan sér eitthvað, fara í búðir jafnvel. Bankann meira segja, áður en lokuðu. Og þannig að ég var hjá Grím Kokk en var bara 9 mánuði. Þá eiginlega bara var ég svona hálfpartinn gjaldþrota aftur svona andlega, bara út brunnin einhvern veginn, ofsalega þreyttur og leið ekkert vel. Svo ég sagði upp, var atvinnulaus í hálft ár minnir mig, bara svona eigin, hvað maður segja, eigin vali. Sótti 1, 2, 3 störf í millitíðinni, fekk ekki. Tók aðeins til í sjálfum mér, grennti mig svolítið, misti eitthvað 8-9 kíló, duglegur að hreyfa mig og bara svona íhugaði hlutina svolítið. Svo ég starfa auglýst sem flokkstjóri í Þrifum hjá Leo Seafood. Þar erum við að vinna, byrjum klukkan 3 á daginn og búin svona 6, hálf 7, 7. Mjög fín vinna. Hlusta bara á góð podcast eða tónlist eða hljóðbók. Og svo maður bara dunda sér svona út í sínu horni að þrífa og mikið rútínuvinna, það hentaði mér bara virkilega vel. Og svo núna síðustu 2 eða 3 mánuðina þá hef ég einnig verið í svona hálfpart með aukavinnu. Þá bauðst mér að vera í áfyllingu hjá KK aftur, Karl Kristmanns heildarverslun. Þar er ég að fylla gos í Bónus og Króninni og það er mjög gott. Vona ég að það sem ég verði í það þangað til ég lýk loksins störfum. En þessi líftíð, mér telst til að þetta séu 35 störf sem ég hef verið í.
og það liggur við að það sé eitt starf á hverju ári sem ég byrjaði að vinna. 35 störf á cirka 35 árum. Ég er 53 ára, byrjaði að vinna 17 ára, þannig þetta er þau. Já, það virðist passa. Eitt starf á ári, alla mína starfsævi, sem er alveg ótrúlegt og náttúrulega ekki alveg í lagi, sko. Svona bara ég. Þetta var skemmtilegur listi.